Starfsemi Barnaspítalans hefur breyst mikið á undanförnum vikum eins og annars staðar á spítalanum og við höfum lokað okkar göngudeildum svo til öllum, það eru einstaka undantekningar á því. Af augljósum ástæðum hefur öllum heimsóknum verið stillt í algjört lágmark. Dagdeildin sem mjög mikilvæg okkar starfsemi, hún hefur verið minnkuð til muna og færist núna niður á legudeildina. Og ráðgert að gera þá deild 23E, þar sem nú starfrætt dagdeild, að gera hana að legudeild fyrir börn ef þau þyrftu að leggjast inn. Börn almennt séð virðast veikjast síður heldur en fullorðnir og það er reynsla okkar hér sem og annars staðar í heiminum og það er rétt 5% allra sem hafa smitast eru undir 18 ára aldri. Þar að auki það þannig að börn sem smitast af veirinu og veikjast eru almennt veikskemur og hafa minni einkenni heldur en þeir sem fullorðnir eru. Og það er vissulega jákvætt fyrir okkur öll. Þessi hópur barna sem er smitaður, þau eru öll í heimahúsi. Þeim fylgt eftir af teymi frá Barnaspítalanum. Það er hringt í þessa foreldra barnanna ýmist daglega eða með nokkurra daga millibili eftir því hversu alvarleg einkennin eru. Og þannig er fjölskyldunum sinnt og þeim fylgt þangað til veikindin ganga yfir. Þessi börn sem heima eru og eru lasin gætu þurft mat læknis vegna einkenna sinna og þá því stýrt í ákveðin farveg og þeim hefur verið sinnt á bráðamóttöku barna. Og svo verður þá núna í framhaldinu verður þau skoðuð í húsnæði sem kallað Birkiborg hér á húsnæðinu í Fossvoginum. Það er aðdánavert hvernig foreldrar hafa tekið á þessu ástandi og sýnt mikla auðmýkt og jafnaðargeð í þessum tímum sem getur verið býsna erfiðir þar sem að fólk hefur augljóslega miklar áhyggjur af börnum sínum. Þannig að það er virkilega aðdánavert og í raun og veru allt það fólk sem kemur að þessum aðgerðum bæði innan Barnaspítalans og Landspítalans í heild sinni.